Hare Krishna, við lesa úr Srimad Bhagavatam, 3. kantó, kafla 10, vers 12. Það svona. Visvan vai brahmadan mantram samsthitam Vishnu mayaya Ishvarena parichinam kalena vyaktamurtina. Þessi efnisbirting aðgreind frá hæsta drottni sem efnisorka með milligöngu kala sem óbirt og persónulaus. Óbirt og persónulaus. Birting drottins. Hún staðsett sem hlutlæg birting drottins undir áhrifum sömu efnisorku Vishnu. Eins og áður var sagt af Narada við Vyasadeva, Bhagavad Gita, 1. kantó, 5. kafla, 20. vers. Idam hi Vishvam Bhagavan Ivetara. Þessi birti heimur í raun hinn sanni hæsti persónuleiki Guðs. Hinn sami hæsti persónuleiki Guðs. En hann virðist vera eitthvað annað, eitthvað handan eða til viðbótar við drottinn. Hann virðist svo vegna þess að hann aðgreindur frá drottni með milligöngu kala. Þetta má líkja við upptöku af rödd manns sem nú aðgreind frá sjálfri röddinni. Eins og upptakan staðsett á bandinu, þannig öll alheimsbyltingin staðsett í efnisorkunni og virðist aðgreind með milligöngu kala. Efnisbylting því hlutlæg birting hæsta drottins og sýnir persónulausan þátt hans, sem svo mjög aðdáður af heimspekingum persónuleysis. Næsta vers, 13. Þessi alheimsbylting, sanskritversi Yatetanim tatagrecha paschat api etadrisham. Þessi alheimsbylting eins og hún nú. Hún var á sama hátt í fortíðinni og mun halda áfram á sama hátt í framtíðinni. Skýring. Til kerfisbundin tímasetning fyrir stöðuga birtingu, viðhald og tortímingu efnisheimsins, eins og fram kemur í Bhagavad Gita, 9. kafla, 8. vers. Bhuta gramam imam krishnam avasam prakritir vasat. Eins og heimurinn skapaður nú og eins og hann verður tortímdur síðar, þannig var hann einnig til í fortíðinni og verður aftur skapaður, viðhaldið og tortímdur á sínum tíma. Því efnisbundnar athafnir tímans stöðugar og eilífar og ekki hægt að lýsa þeim sem ósannar
Byltingin er tímabundin og endurtekin, en hún er ekki ósönn, eins og Mayavadi heimspekingar halda fram. Sargunava vidastasya prakrito vakritastuya kaladravya gunairasya trirvita pratisankrama. Til eru 9 mismunandi tegundir sköpunar, auk þeirrar sem á sér stað með eðlilegum hætti vegna samverkunar eiginleikanna. Einnig eru til 3 tegundir eyðingar sem stafa af eilífum tíma, efnisþáttunum og gæðum verka einstaklingsins. Skýring. Skipulögð sköpun og eyðing eiga sér stað í samræmi við æðsta vilja. Aðrar skopanir verða til vegna samverkunar efnisþáttanna og fara fram fyrir greind Brahma. Þetta verður útskýrt nánar síðar. Að svo stöddu er einungis veitt frumupplýsing. 3 tegundir eyðingar eru: 1. Eyðing sem á sér stað á fyrirfram ákveðnum tíma og þegar allur alheimurinn er tortímdur. 2. Eyðing vegna elds sem streymir frá munni Ananta. Og 3. Eyðing sem stafar af eiginlegum verkum og viðbrögðum einstaklingsins. Texti 15. Adyastu mahata sargo gunavai samyam atmana dvidiyas tvaham modyatra dravya yagyas kriyodaya. Af þessum 9 sköpunum er hin fyrsta sköpun Mahat Tattva, það er að segja heildarsamansafn efnislegra frumefna, þar sem eiginleikarnir fara að verka í gagnkvæmu samspili fyrir nærveru hæsta drottins. Í hinni annari verður falskt sjálf myndað, þar sem efnisleg frumefni, efnisleg þekking og efnisleg athöfn verða til. Skýring. Fyrsta útstreymi frá hæsta drottni til efnislegrar sköpunar er nefnt Mahat Tattva. Samverkum efnislegrar eiginleika er orsök falskrar samsömunar og þeirrar tilfinningar að lifandi vera sé samsett úr efnisþáttum. Þetta falska sjálf er orsök þess að líkami og hugur eru samsömuð hinni raunverulegu sálu. Efnislegar auðlindir ásamt hæfileikunum og þekkingunni til að framkvæma verk verða allar til í öðru stigi sköpunar. Á eftir Mahatattva. Gjana vísar til skinnfæranna sem eru uppsprettur þekkingar, sem og þeir stjórnandi guða. Verk felur í sér verkfærin til athafna og stjórnandi guði þeirra. Allt þetta verður til í annarri sköpuninni. Texti 16. Bhúta sargas
Tritiyas tu tanmatro dravya saktiman chaturta aindraya sargo yastu jnana kriyatmaka. Skynjunin verður til í þriðju sköpuninni og út frá henni verða efnisþættirnir ímyndaðir. Hin fjórða sköpun er sköpun þekkingar og hæfileikans til athafna. Texti 17. Vaikariko deva sarga panchamoyan mayamana sastastu tamasa sargo yastva puti krita prabhu. Þýðing. Hin fimmta sköpun er sköpun stjórnandi guðvera, sem verður til fyrir samverkun eiginleikans gæsku og hugurinn er heildarsamantekt hennar. Hin sjötta sköpun er myrkvaða vanþekking lifandi verunnar, sem veldur því að húsbóndinn starfar eins og heimskingi. Skýring. Hálfguðirnir á æðri plánetunum eru kallaðir devar vegna þess að þeir eru allir hollir drottni Vishnu. Vishnu Bhakta Smrito Daiva Asurastat Viparayaha. Allir þeir sem eru hollir drottni Vishnu eru devar eða hálfguðir, en allir aðrir eru asúrar. Þetta er skilgreiningin á deva og asúra. Devar eru staðsettir í eiginleika gæsku efnis náttúrunnar, en asúrar í eiginleikum ástríðu og vanþekkingar. Hálfguðirnir eru stjórnandi guðverur, hafa verið falin deildarskipting og stjórnun allra mismunandi starfsemi efnisheimsins. Til dæmis er eitt skynfæri okkar, augað, stjórnað af ljósi. Ljósið er dreift með sólargeislum og stjórnandi guðvera þeirra er sólin. Á sama hátt er hugurinn stjórnað af tunglinu. Öll önnur skynfæri, bæði þau sem framkvæma verk og þau sem afla þekkingar, er stjórnað af mismunandi hálfguðum. Hálfguðirnir eru þannig aðstoðarmenn drottins við stjórnun efnislegra mála. Eftir sköpun hálfguðanna eru allar verur huldar myrkvi vanþekkingar. Sérhver lifandi vera í efnisheiminum er bundin af þeirri hugarfarslegu tilhneigingu að drottna yfir auðlindum efnisnáttúrunnar. Þótt lifandi vera sé í raun húsbóndi efnisheimsins, er hún engu að síður bundin af vanþekkingu, af fölskum hugmyndum að vera eigandi efnislegra hluta. Orka drottins, sem nefnist avidya, er ruglandi þátturinn fyrir bundnar sálir. Efnisnáttúran er kölluð avidya eða vanþekking, en fyrir þá sem eru hollir drottni
og stunda hreina trúarlega þjónustu, umbreytist þessi sama orka í vidya eða hreina þekkingu. Þetta er staðfest í Bhagavad Gita. Orka drottins umbreytist þá frá Mahamaya í Yogamaya og birtist hreinum hollustum í sinni raunverulegu mynd. Efnisnáttúran virðist því starfa á 3 sviðum, sem skapandi meginregla efnisheimsins, sem vanþekking og sem þekking. Eins og fram kom í fyrra versi verður máttur þekkingar eigin til fjórðu sköpuninni. Bundnar sálir eru ekki upphaflega heimskar, en fyrir áhrif af vidya virkni efnisnáttúrunnar verða þær gerðar heimskar og verða þannig ófærar að nýta þekkingu sína á réttan hátt. Fyrir áhrif myrkurs gleymir hin bundna sál tengslum sínum við hæsta drottinn og verður yfirbuguð af tengslum, hatri, hroka, vanþekkingu og fölskri samsömun, 5 tegundum blekkingar sem valda efnislegri fjötrun. Texti 18. Allt hið áður nefnda er náttúrlegar skopanir sem verða til fyrir ytri orku drottins. Nú skaltu heyra frá mér þær skapanir sem verða til fyrir Brahma, sem er holdgervingur eiginleikans ástríðu og sem hvað sköpun varðar hefur huga til þeim hæsta persónuleika Guðs. Texti 19. Saptamo mukya sarkastu sattvitas-tastu samjaya vanaspatya og satilata tvakshara viruta truma. Hin 7. sköpun er sköpun hinna óhreyfanlegu vera, sem eru af 6 tegundum: ávaxtatré án blóma, tré og plöntur sem eru til þar til ávöxturinn þroskast, klifurplöntur, pípulagaplöntur, klifurplöntur og sem hafa engan stuðning, og tré með blómum og ávöxtum. Utsrotasas tamapraya antasparsa vivesina. Þýðing: öll óhreyfanleg tré og plöntur sækja næringu sína upp á við. Þau eru nær alveg meðvitundarlaus, en búa þó yfir innri tilfinningu fyrir sársauka. Þau birtast í margvíslegum fjölbreytileika. Tiraschammastama sarga sosta vimsat vitomata avito puritama so granagyarita evitina. Hin 8. sköpun er sköpun lægri lífvera,
sem eru af mismunandi tegundum. Alls 28 talsins. Þær eru allar mjög heimskar og vanþekkingar fullar. Þær þekkja það sem þeim er eftirsóknarvert með lyktarskyni, en eru ófærar að muna nokkuð í hjartanu. Skýring. Í vetunum eru einkenni lægri dýra lýst á eftirfarandi hátt. Ateta resam pusana asana pipase eva bijikyanam navikyatam vedanti navikyatam pasyanti navitu swastanam na lokav itti yat vapuri tamaso bahu susa granenaiva jananti hridayam pratisva priyam vastva eva vindanti bojanan sayanati artam grinanti. Það merkir að lægri dýr hafa einungis vitneskju hungur sitt og þorsta. Þau hafa enga áunna þekkingu og enga raunverulega sýn. Hegðun þeirra sýnir enga háð við reglur eða siðvenjur. Þau eru mjög þekkingarfull og þekkja það sem þeim er eftirsóknarvert, einungis með lyktarskyni. Með slíkri greind einni saman greina þau það sem er þeim hagstætt og óhagstætt. Þekking þeirra snýst eingöngu að eta og sofa. Þess vegna er jafnvel hægt að temja hin villtustu lægri dýr sem tígrisdýr, einfaldlega með því að sjá þeim reglulega fyrir fæðu og svefnstað. Aðeins snákar verða ekki temdir með slíkum ráðstöfunum. Hare Krishna.